1000 Years syngur Kristína Perri. Enda stundum eins og þetta lag sé í 1000 ár. En virkilega fallegt og huggulegt lag hann á ferð. Algjörlega frábært lag. Algjörlega frábært. Þetta Auðun Blöndal sem heilsar ykkur í þættinum FM 95 Blö. Og eins og alla miðvikudaga þá situr á móti mér að mínum mati finnasti maður Íslands, Pétur Jóhann Sigfússon. Vertu velkominn PJ Sigfús. Þetta ruggliður en þakkaði samt kærlega fyrir hlýjórið minn garð. Jóhann, nei hvað sagðirðu? Pjóhahaha. Pjóhahaha. Hvernig ertu, elsku vinur? Já, Jóhaha. Herðu, ég segi fínt bara. Ekki, sultu slagur? Já, ég það. Já. Óðalega slagur í dag. Já, það er svona, það er skýta kuld úti. Já, það hefur nú ekkert með það að gera. Þetta er einhvern veginn þannig dagur. Já. Líka mánun tiltölulega nýbyrjaður og maður á smá penning svona, þú veist, eftir útborgun og... Já, hvað ætlar að gera með penningin? Ég veit það ekki, maður náttúrulega, þú veist, maður þarf að velja á hafna, sko. Já, ég er bara eins og, það er bara þannig með þetta líf. Já, ég veit það ekki, maður er doldið svona, maður er svona, þú veist, að sjá svona, fer reglulega inn á bankareikningin og sjá svona, ok, já, þetta ok, ég ætla ekki að eyða neinu í dag og eitthvað svona. Mér líður alltaf best að ég er ekki að eyða miklu bensín einhvern veginn. Já, bensín er leðilegt. Það er mestu viðbjörn, maður vil helst bara hengja sér stundum í snúrunu þegar maður er að fylla á bílinn. Já, það er hundleðilegt, en samanskapið útbúðslega gaman að keyra, sko. Já, þú er gaman að því, þú enda mikill bílakall. Já, útbúðslega gaman að kíkja bara út á rúndin eitthvað. Já. Ég hef voða gaman að því. Já. Bara setjast upp í bílinn og vera ekkert búin að ákveða hvert ég ætla að fara. Bara eins og Bubbi Mortens, ímyndaði bara að setja í sumarbústað, bara einhvers staðar á ferðinni og öll ljósin í mælaborðinu og... Já, sérstaklega, þegar byrjar að rökkva aðeins. Hvað var með þá auglýsingu? Þegar Bubbi var hérna í auglýsingu sem B.A.L. Var hann byrjað að kýla fötur aftur eða? Já, hann hefur verið á einhverju öðru heldur en maður er dagstæðlega. Hún hefur leið bara svo að vera í sumarbústað þegar hann var í bílnum sínum. Já, ég skil ekki hvernig menn geta rugglast á því að vera í sumarbústað og vera í bíl. En Bubbi Mortens gæti örugglega og er örugglega með skýringu á því. Það var eitthvað hann á fortíðinu sem var svona, það var eitthvað gammalt LSD eða eitthvað hann komið tilbaka held ég. Ástu mín, mér líður bara eins og ég sé sumarbústað. Já, viltu samt ekki stoppa hérna á þessu rauða ljósi? Já. Herðu, það er stórkostlegur þáttur hjá okkur Pétur Jóhann í dag. Já. Við erum með helling hérna fyrir ykkur. Gunnþór, sem er minn uppáhaldskarakter í dag. Já. Ég verð bara að segja það. Hann lætur heyri í sér í þættinum í dag. Já. Og hann er að fara að hrósa. Hann ætlar að ringi þjóðmenningarhúsið. Hann er ánægður með þetta framtak. Já, að það skulle vera þessi réttarhöld sem er í gangi núna. Hann er ánægður með það. Já, hann ringdi og hrósaði þeim þetta niður frá. Já. En var samt líka með athugasemdir. Já, hann var ekki alveg parsáttur, sko. Já, það var eitt og annað sem hann vildi að hann kæmi fram hann. Já, og svo náttúrulega fannst honum alltaf útráðsvíkinga. Þið heyrið þetta allt saman hér á eftir. Þetta er virkilega skemmtilegt símtal. Svo erum við með innanlandskeppni, hann tekur núna í fyrsta sinni langa tíma og Pétur er með mjög steiktar reglur í henni í dag. Þú vilt að við hringjum á eftir og hvað við verðum að vera með grínrödd. Já, innanlandskeppni snýst það að reyna að halda viðkomandi eins lengi og getur á línunni þú vilt hann skelli sem fyrst á það, ekki? Jú, það er svona sigurverðin, fyrirgjöðu. Hann sigrar sem að skellir, sem er fyrst lagt á. Já. Fyrirgjöðu, ég glemdi mér eitt augnablik. Dettur inn hér. Já, ég á það til að detta út. En reglurnar eru einfaldar. Þú mátt segja allt sem þú vilt. Þú verður að vera með grínrödd. Já, breytar þetta til eitthvað svona, eitthvað silly. Já, hvað það er? Já. Eitthvað svona grín. Eitthvað þannig. Grín. Það ætti... Eitthvað svona grill. Gætur það skemmtilegt svo. Karaoke-keppnin á sínum stað hjá okkur. Já. Við erum með sturlaða staðreyndir og svo erum við með veðrið og klukkuna og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur. Þéttneisa. Já, þetta er þéttneisa, sneisa. Og við ætlum að reyna að létta fyrir ykkur bæði vinnudaginn og ferðina heim í bílnum. Heyrið það. Pétur er í fíling og þá er stuð hjá okkur. Það er ekki flokknar að það. Slúðurpakka dagsins og ætla ég að segja ykkur slúðurið hérna í FM 95 Blö. Já, það er rétt hjá þér en þú segir okkur í slúðurið bara svona beint hér og nú, eða það? Nú, já. Það byrjuðum að ramma þetta inn. Já, alveg rétt. Hvernig get ég glemt því þegar þú ert hérna? Pétur Jóhann er vanur útvarpsmaður og já, honum var kennt á sínum tíma að ramma inn hlutina í útvarpi. Ó já. Þannig að það á að vera trailerar og við skulum fá hérna slúðurtrailerin. Slúðrið í FM 95 Blö. Erum að Johnny Depp að köpa sér nýjan bíl? Ég veit ekki, hefur þú heyrt eitthvað? Er Denzel Washington að fara að leika í þessari mynd? Hvernig kemst maður aðeins öllu saman? Slúðrið í FM 95 Blö. Það er húsfélagið Frostafold 20 sem býður þér upp á slúðrið í FM 95 Blö.
Já, það er Frostafold 20 húsfélagi þar sem að býður ykkur upp á slúðri hérna í FM 95 Blu. Og flott sko hjá þér, ef þú kæmir eftir þetta sko. Já, komið þess alveg velkomin í slúðri hér í FM 95 Blu. Ég heiti Blöð og er umsjónarmaður slúðursins og Pétur Jóhann með Vendamóðunir. Ok. Og bara mannst það næst? Ég hef málað næst. Herði, ég ætla að byrja slúðrið á Justin Bieber eða svona meira á mömmans. En nú hefur mammans Justin Bieber, hún heitir Patti Mallette. Ef einhver hefði áhuga að vita það, og hún er að spája að gefa núna út bók þar sem hún ætlar svona að fara yfir hvernig það er að vera mammans Justin Bieber. Já. Og hún er komið tíma á það. Nei, þetta er nákvæmlega sem ég var að hugsa. Er þörf á þessari bók? Er þetta ekki svona svolítið mammans að reyna að kassja hans inn á stráknum? Og er það ekki bara allt í góðu leið? Jú, mér finnst þetta samt svona eitthvað pínu grilla. Drengurinn náttúrulega, sko, hann er að þjána milljarða og þau hafa held ég bara mjög gott. En svo er kannski fullt af fólki sem vil lesa þessa bók. Hvernig það er að vera mamma Justin Biebers. En mammas er ekki að þjána neitt grið? Ná, fær hún ekki eitthvað, já, reyndar, það er kannski satt hjá þér. Hún þarf að hafa í grautinn sinn blessunin? Já, hún er kannski svolítið út undan hana, mennar þau? Já. Já. Þannig að, þú veist, hún hugsar með sér, hvað get ég gert? Myndu þú fíla ef að mamma þín var að gefa út bókunni? Nei, aldrei ekki. Og ég finnst að það er þetta bók sem ég myndi lesa. Hvernig er að vera mamma Péturs Jóhanns? Ég glá böllu á þessum. Já, hún á nokkra sögur. Já, hún á all nokkrar. Já, eins og söguna, sko mamma er á finnustu sögur sem ég heilt. Hún sagði mér að þú væri ekki byrjað að labba fyrir nú að 4 ára eða eitthvað. Nei, Þriggja ekki. Tveggja, nei. Ég bara byrjaði með seint að labba. Já, og það er ekkert fyndið við það, en það sem að mér fannst svo fyndið og mér langar enn þann dag í dag að sjá, það er hjálmurinn sem hún bjóð til handa þér. Já, hún límdi saman einhverja svona svampa á skál og svo labbaður bara með svampan á hausnum. Það myndi ekki slasa mig og aðra. Já, það var fallegt. Herðu allavega þá er mamma Justin Biebers að fara að gefa út bók fyrir ykkur sem hafi áhuga á því. Ég hef nú minna áhuga. Er hún komin út þessi bók? Nei. Hún er að fara að gera. Já, hún er svona spáið að gera hana. Ok. Herðu, svo er það næsta slúður og það er af henni Cheryl Cole, en hún er núna að hugsa að fara í mál við einhvern tónlistamann í Bretlandi sem heitir, skiptir ekki máli, hann er ekkert vinsæll, hann er í einhverju rapsveit sem hefur ekki einu sinni meikað í Bretlandi. Nei. En hann var að segja í viðtali daginn, bæði í blaðaviðtali og útvarpsviðtali, að þau hefur verið að deyta í smá tíma eftir hún hætti með Ashley Cole, fótboltamanninum, og að þau hafi sofið saman, og Cheryl Cole vil meina að það sé ekkert til í þessu. Þetta sé bara algjör uppspunni frá A til Ö og er að hugsa að fara í mál bæði við hann og við blaðið sem að var að birta þessa grein. Já. Þetta er alltaf leiðilegt. Þetta er svæsið. Já, en þú veist, hvað fær mann til að ljúga svona, þú veist? Skilurðu? Að ljúga hverjum þú hefur sangað það. Er til eitthvað lélegra? Maður enda að gera þetta kannski þegar maður 13 ára, við ekki hérna, 13 ára, 13 ára rólegur. Svona, þú veist, 14-15. Ef voru kannski nokkur í kringum mann sem voru, þú veist, búinir að sanga hjá í fyrsta sinn. Já. Og manni fannst maður einhvern svona pínu út undan og kannski laug maður að maður hefði orðið heppinn á húsæk í einhverju sumarbúðum eitthvað. Já. Tókstu það aldrei? Nei, ég var einhvern veginn aldrei í aðstöðu til að segja ósatt með þetta, sko. Nei? Menn vissu bara. Já, ok, sáu það bráðir? Vinir mínir í kringum mig, já, þeir bara vissu það var bara gjörsamlega vonlaust fyrir mig að ljúga því. Ég var alltaf með þá, bara við vorum alltaf saman. Já, þú varst ekkert í einhverju ferðalögum og svona? Nei. Það var alveg bara... En varstu seinna þessu það? Já, mjög seinn. Já. Afsakaðu þetta? 18 ára. Það er ekkert seint. Á 19. 19 ára? Já. 20, tæplega. Akkur er alltaf hægt að tala, hvað varstu gaman? Þetta var hérna í 18-19. Ég var svona tæplega 19 ára. Tæplega 19 ára, þú varst á 19. ári? Já. Og það er einhver minning sem þú geymir í hjartaðinu? Erum við ekki í slúrinu við það? Erum við ekki í því? Erum við ekki að halda áfram í því? Það er rétt, ég ætla að enda slúri hérna á CSI. En það var að koma núna úr herbúðum þeirra að áhorfið á þættina CSI er að minnka og nú er verið að hugsa að hætta með eina seríuna, að þetta er náttúrulega þetta er CSI Miami, þetta er CSI New York og svo bara CSI venjulega. Og að því þetta er orðnar 3 seríur þá eru menn að hugsa að hætta með eitt af þessu og svona til að reyna að bústa upp áhorfið á hina 2. Já, mér líst vel á það. Ég veit aldrei hvað er að horfa á þessu. Allt og mikið af þessu, sko. Allt og mikið. Og þetta er líka, þetta er svo típist kaninn. Það slæri eitthvað í gegn og það bara búið til 3 seríur bara í sikkurri fylkinu. Og þetta er alltaf sama. Já, þetta er nákvæmlega eins. Það deyr eitthvað og það rannsakar rosalega vel og svo kemur eitthvað með flotta línu og svo er þetta solvað. Já, músíkvídeó í þessu líka. Já, horfður mikið á það? Nei, reyndar ekki. En ég hef alveg, ég meina,
á sín tíma horfði ég meira á þetta heldur en í dag. Já, þetta var slúðurpakki dagsins, hann er oft verið betri hjá mér og ég viðurkenna. Ekki segja. Slúðrið í FM 95 blöð. Þetta ekki sammálaði það? Nei, þú átt alls ekki að segja þetta. Allt í lagi. Það er algjört líkilatrið að hafa trú á því sem þú ert að gera. Já, ég hef alltaf trú á Alltaf vera bara, já, þetta var snilt maður, þetta var slúrið hér og, já, og fara svo beint í músík og... Ok, þú ert að kenna mér þetta. En ég er enda með músík sem að sko kemur mönnum í gýrin. Það er miðvikudagur. Ricky Martin, Pitbull og félagar með Rain Over Me. Svo er það Gunnþór, gamli kallinn, karaoke-keppnin, innanlandskeppnin og það er nóg að vera hjá okkur strákunum. Þetta lag notið Rain Over Me, Pitbull og Mark Anthony. Þið eru að hlusta hérna á FM 95 blöð á FM 957. Pétur Jón Sigfússon situr hérna með mig til 6 í dag og við erum í miklu fílingstrákarnir. Já, hellingur framundan. Miðvikudagur 7. mars. Já. Styttist í sumarið. Það er rétt. Það er engin ástæða til að örvænta. Nei, það er að koma vor bara. Já, ég meina, þú veist, við þurfum að beita okkur sálfræði. Já, þetta er reyndar, það er viðbjörnslegt veður úti núna. Já, skiptir ekki máli. Ógeðslega kalt. Það verður búið einhvern tímann og þá tekur betri, bráðum kemur ekki betri tíð. Jú, bráðum kemur betri tíð. Það er rétt. Ég var að spæja að segja þér smá frétt hérna, svona smá staðreynd. Í dag eru fleiri konur. Er þetta hana insane fact? Nei, þetta er ekki sturlu staðreynd. Nei. Þetta er bara svona, þetta er frétt hérna hjá mér, sko. Þetta er ekki sturlu staðreynd. Nei. Þetta er staðreynd. Þetta er bara staðreynd. Að í dag eru fleiri konur en karlar sem fá sér tattoo. Og þetta kom mér pínu óvart en samkvæmt þessari könnun að þá eru það 59% á móti, í dag er það 59% sem af konur sem fá sér tattoo á móti 41% af kallmennum. Já. Og ég veit ekki, þetta kom mér pínu óvart þegar ég las þetta. Ég held að menninni væri nú svona, að kallmenninni væri aðeins meira í tattoounum, sko. Ég hafði það líka. Já, en reyndar eru stelpur, byrjar að skreita sig, sko. Byrjar að setja blekið á, já, hinn á þessa staði. Þú ert með tattoo? Nei, ég var með tattoo, en það er farið. Er það farið? Já, þetta er að maður setur tattoo undir löppina, sko, eins og við vorum á Stórutanni. Já. Þá ferðu það því að ég lappa svo mikið á henni, sko. Nú? Já. Skrítið? Já, en ég fengi með tattoo, ég get sagt það allavega. Já. En þú ert ekki með tattoo, eða? Nei. Nei, okkur er það? Fertugur að verða? Ég bara hef engan smekk fyrir þessu. Nei, þú ert reyndar ekki með fullu virðingu fyrir þér og þínu líkama, Pétur, og þá ert ekki alveg tattoo-típan, sko. Nei, það er bara... Ég veit ekki hvað þú myndir geta fengið sem er actually töff, sko. Nei, það er einhvern veginn ekkert. Nei, það er engin staður töff. Nei, en ok, segjum svo að hérna það er byssa við hausinnar og eru þér að fá tattoo. Hvar myndir þú setja það? Hvar myndi ég setja það? Já, eru þér að fá það svona alveg ágætlega stórt tattoo? Já. Þá myndi ég fá mér það vá, þetta er erfið spurning, maður. Já, myndir þú setja á handleggina það bara? Rasskinnina bara. Já, hún er enda vel loðin, hann sæjist aldrei, kannski að staðið fyrir þið. Já, ég myndi örgulega að fá mér þar. Já, en þú ert ekkert í svo svona eins og fótboltamennir eða að setja nöfnin á bönnóniðinum á bringuna eða eitthvað. Nei. Þú var kærastinn hennar Ósk Norðfjarðar, hann var að setja, sko, 5 nöfn á bringuna sem daginn, nöfnin á krökkunum hennar, sko. Já. Já, krökkunum þeirra. Nei, hún á þessi börn, ég held að hún með einhverjum öðrum mönnum, sko. En þau eiga eins og von á barni. Þau eiga saman von á barni. Já. En hann var að smetla þessu á bringuna sér. Þetta er ekki eitthvað sem að þú myndir, geta hugsað þér að smetla þessu bara á kassan? Nei, ég held ekki, sko. Ég hef engar sérstaka ástæðu sem ég get nefnt bara hreint útsagt af hverju ég myndi ekki gera það. Nei. Nefna bara, þú veist, að ég bara út af tattúinu, ég veit ekki, það er eitthvað skrítið við og svona, setja blekin í húðina og eitthvað svona. Það ertu hrættu við þetta? Já, það er eitthvað svoleiðis, já. Mér finnst eitthvað skrítið við. Já, ég er svo loðinn að ég held að það er ekkert flott að vera með tattú. Já, ég var eitthvað hrættu við þetta, sjálfur. Ég held ég myndi fá blekeitrun og vera einn af miljóninni, skilur, sem að myndi örgulega... Já, lendi því. Já, eitrun og það Þú hugsa svolítið neikvætt. Saga á mér handlegginu. Nei. Þú svolítið hrættur. Ég lendi alltaf í einhverju svona sem á ekki að geta gerst. Það er alltaf eitthvað, já, þetta er mjög sérstakt, þetta bara hefur aldrei gerst eða áður. Já, Við þurfum að taka af þér alla hendina, því miður. Þú ert svona rannsóknarverkefni. Já, í rauninni, sko. Já. Herðu, þar hafið þið það að konur eru að fá sér oftar tattoo í dag en karlmenn. Kannski ekki merkilegasta staðreynd í heimi, en staðreynd einhvað að síður. Ég fengi sko vörtu á staði sem að bara á ekki að vera hægt að fá vörtur á. Já, og hafa lækna sagt við bara að þetta á ekki að vera hægt. Veitu hvað, það er bara hefur enginn í heiminu fengið vörtu þarna. Ég meina, hvað, það er ekki einu satt að brenna þetta í burtu með þér. Þetta er á svo skrýndur staði þér.
Nú, en hvað gerum við hann? Hún verður að vera þarna. Þú ert ennþá með hana? Já. Já, en konaðin, hún með tattoo? Svo ég klári nú? Nei. Nei. Ekki segja ég veit allavega. Nei, og ertu nú búin að sjá flesta staðið þig ekki? Nei, það er bara heila máli. Ég fæ ekki að sjá hana mikið bera. Hún vill alltaf slögt og... Já, og það veit það svolítið. En það er nú önnur saga, sko. Já, en það er ekki út af henni sem hún vill hafa slögt. Hvað segirðu? En það er nú ekki út af hennar líkama sem hún vill hafa slögt. Nei, það er út af mínum. Já, akkurat. Hvernig vissir þú þetta? Ég var að segja það frá þessu. Ég hef hitt konuna henni í glasi. Fáum hérna smá auglýsingar og svo er það Gunnþór, besti vinur minn, hann er að fara að ringja í þjóðmenningarhúsið af því hann er gríðarlega ánægður með þessi réttarhöld og hann ætlar að, já, með að heyra þessi Gunnþóri Pétur. Hvað er Gunnþór? Hvað er Gunnþór? Við fyrir alltaf eitthvað að tala mitt eigið engalíf og maður er alltaf brotinn maður sem kemur hérna út. Nei. Hvað átt ég að gera? Bókamarkaður Perlunnar er nú hafinn í Perlunni með frábærum tilboðum. Aldrei hefur jafn mikið úrval verið að bókum og í ár. Í tilefni þess ætlar FM 957 og Bókamarkaður Perlunnar að fara með þér í smá leik. Fyndu Facebook-síðu Bókamarkaðs Perlunnar, líkaðu við síðuna og þú getur unnið gjafabréf á fullt af bókum á bókamarkaðnum. Einnig munu nokkrir hlustendur næla sér í gjafabréf í beinni útsendingu. Fylgstu vel með á FM 957. Heiðar Austmann er í boði KFC. Smeltu þér á kjúklingaborgara á KFC. Aðeins 699 krónur. KFC, svo gott. FM 95 Blöð er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón gerir þið ekki sköllótta. FM 95 Blöð. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Then I Lost syngur hún Rihanna. Þetta var Rihanna og Drake með lagið Take Care þegar að hlusta hérna á FM 95 Blöð á FM 957. Ég myndi fá með tattoo á pungin. Já, ok, ertu búin að hugsa þetta greið mikið? Já. Nágótt, þú varst ekki búin að segja orð við mig hérna meðan auðlýsingarnar voru? Og þetta er það fyrsta sem hún segir? Já. Ok, ertu búin að ákvæða hvaða tattoo það? Hvernig? Já. Bara megamús. Megabús á pungin, maður. Það var flottu þannig, maður. Já. Bæði sko, af því að þá er það bæði töff og fyndið. Já, og mikið mús allur svona húðin á punktnum með svona krumpu. Þá er hann einhvern veginn, hann já, það fær svona svo gamall mikið mús. Já. Já, með hérna fullt af hárum í andlitinu. Já. Þannig að fólk segir ekkert endilega, hver er ekki Kitty Bigfoot? Er hann ekki með eitthvað mikið mústattú á rasskinninni eða? Hann er með á rasskinninni. Já, eða Mighty Mouse eða eitthvað. Já, það er eitthvað alveg. Já, ég meina, og ef einhvern er með þetta, þá er það Kitty Bigfoot, þannig að þetta er góð hugmynd hér. Já. Já, menn það styttist þetta í karaoke-keppnina og innanlandskeppnina, en það er hins vegar komið núna að karakter sem er í gríðalegu uppáldi á mér. Það hefur ekki farað fram hjá mér. Nei, enda er ég duglegur við að dobla Pétur með mér hérna inn í símaklefan og heyra í þessum snilling. Hann heitir Gunnþór og já, hvað er Gunnþór? Hann er búinn að láta bensínfélögin heyra það. Já, og bankana og lífeyrissjóðana og... Já, hann er brjálaður og hann er með allt á hotnið sér og er svona orðin mjög reiður bara eins og margir í íslensku þjóðfélagi. Þetta er maður sem að tala svolítið fyrir þjóðina. Já, hann er svolítið í því, blæsaði maðurinn og hann vil meina að það sé komin tími til að taka til. Já, og eins og flesti vita, þá eru svona yfirheyslur í þjóðmenningahúsinu. Já. Og þar er verið að yfirheyra Geir H. Haarde og Davíð Oddsson og fleiri. Þannig að við ákveðum að láta Gunnþór hringja í þjóðmenningahúsi. Já. Og svona, hann er að fara að hrósa eins, eða ekki? Já, hann er svolítið ánægður með þetta framtak. Já, og svolítið, þú veist, að láta menn heyra það og yfirheyra menn, en hann er samt ekki alveg parsáttur. Já, betur má ef duga skal eins og þessi. Já, við skulum heyra hérna þegar Gunnþór hringir í þjóðmenningahúsi. Þjóðmenningarhúsi, góðan daginn. Góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Ég ætlaði nú að lýsa yfir ánægju minni með hérna framtak hjá ykkur að vera yfirheyra þetta háu herra hérna. Já. Það var nú heldur betur komin tími á það. Já, segðu. Og það hefur að segja þetta eins og er að komið með nú óvart að menn skuli nú bara vera edrú þannig yfir höfuð þegar menn er að mæti þetta. Hvort að partíið sé búið? Já, menna það. Nei, ég veit það ekki. Nei, það veit enginn. Hvenær heldur að það verði búið? Akkur er ekki búið að spurja þess að menna því? Já. Akkur ekki, svo vantar svolítið upp á spurningarnar? Já, það getur verið. Bara, þetta er bara einhvern spurning, bara hvenær verður partíið búið? Já. Þeir hljóta að geta svarað því. Nei. Þeir hljóta að geta svarað því, þetta eru menn með milljónir á mánuði og allir með öllum. Já. Alveg hátíð ef að menn eru edrú. Já. Allir með enga dræfur gustaði fram og tilbaka. Veist það hverju það er? Það er svo ég geti sullað í kappavínu á hverju stað sem stopp.
Já. Ég nú hrædd við það. Hvernig getur maður fengið að koma með spurningu þarna fyrir þá? Nei. Og hver stjórnar því? Hæ? Hver stjórnar því? Já, þetta allt eftir einhverju reglum, sko. Hvernig er verið að yfir núna? Ég hef bara ekki hugmynd um það. Ég hérna niðri, ég ekki upp í sal. En getur ekki komist að því? Nei. Hver var það átt að vera í dag? Nei, þetta allt eitthvað leyndá bara. Davíð var hann í gærið ekki? Jú, stendur þetta ekki í fréttablaðinu? Það getur verið sást hann? Já. Og hvernig, var ekki svolítið beigður? Þetta ekki beigður? Nei, veistu, ég bara sá hann svona tilsýndar, sko. Ég var nú ekki mikið að skoða hann. Það var ekki, hann sá ekki eftir neinu? Já, ekki gott að segja hvernig hann hugsaður. Það alveg með ólíkindum. Já. Það alveg með ólíkindum að menn getur með það. Þetta skrítið mál. Fram að hann bara eins og ekkert af ískorist. Já. Ekki neitt. Já. Það gengur svona. Það þarf að koma að hlusta einhver daginn. Þetta búin að vinna hann lengi? Já, nokkur ár, já. Mörg ár? Nokkur, já. Þetta bara gott mál ég vildu... Guðþór heiti ég, hún var að skila kveðju til þeirra þarna allra. Já, allra saman. Það gott málega. Allt í fínu. Menn eru að taka sér frí frá því að vera hver með öðrum að þá er það besta mál. Þú kannski kemur eitthvað tíman í heimsá. Hellandi yfir í kampavínu og borðandi jarðaber. Já, allt. Og allir með öllum. Segjum við það bara. Takk fyrir. Já, blessaður. Allir með öllum að hella yfir sig kampaðinni og ég heit alltaf jarðaber. Þú varst ekki ánægður með þetta, það? Jú, þetta er stórkostlegt, en við letum svo Gunnþór, við letum að ringja aftur. Því þú varst að tala að Gunnþór, hann er á móti bankamönnunum. Já. Og hann vildi ég spurði hvort það ætti ekki að fara yfir þeirra á þá líka. Já. Og þannig að hálftíma setna þá hringdu aftur í þjóðmenningahúsið og fengu sömu konu, en hún verður hún er held í honum pínu hrædd við Gunnþór, þannig að kemur önnur kona svo í símann. Skulum hlusta á þetta. Þetta er þegar Gunnþór hringi svo aftur hálftíma setna í þjóðmenningahúsið. Þjóðmenningahúsið, góðan daginn. Já, og þú hringdi þetta rétt á, hann var að rósa ykkur hérna. Já. Það er eitt í viðbót sem ég langaði að spyrja út í hvenær á að taka þetta útrásavíkingana í svona réttaröld. Halló. Hvenær á, ég var að tala við ykkur rétt áðan. Já, og? Ég mig langar svo að vita hvenær á að taka þetta útrásavíkingana í svona réttaröld. Það eru menniti sem sett okkur algjörlega á hvolf. Já, það þarf að taka þá í réttaröld. Já, ég get bara ekki segja það. Það eru menniti sem eru enda út allan heim, baðandi sig í kampavíni. Já. Og kjamsandi á vínberjum og einhverju hórir í þess að milli. Já. Við stjórnum því nú ekki, sko. En það er að draga þá fram í dagsljósið. Það eru þeir sem að bera ábyrgðu öllu saman. Þetta var lagt á hann. Herðu, það gaf að stöpa á hann hana í þjóðmenningum. Við reyndum þarna. Leiðu ég fór að tala hórir í þá bara. Við leggjum á hann. Finnst Gunnþóri, Gunnþór, vinnur okkar, finnst honum, ef allir útrásagosendur hefði bara verið í kampaðinu í jarðanbyrjum og hórir. Já, með peningana hans. Þeir voru í kampaðinu, jarðanbyrjum og hórir í og allt bara, við erum með pening frá honum Gunnþóri. Þetta er peningurinn hans, ef við ekki að nota þið bara í eitthvað hórurótt og honum finnst það. Ég skellt af, og honum líður þannig þegar hann er að ringja, eins og allt þetta fólk sé allsbert og bara með peningana hans bara svona, síminn er að ringja hann og allir með öllu. Allir með öllu, halló, og bara, þú veist, honum líður þannig. Verður ekki að láta þjóðmenningahúsið friði, ef hún viltu ringja og segja, herru, það skelltist á? Nei, þetta er komið bara, gefa hann frí. Herru, þetta var Gunnþór dagsins. Þeir ástu hérna FM 95 blögg, Gunnþór hefur lokið sér af hérna og hann var ánægður með þjóðmenningar samt. Það var lagt á hann í lokingri. Já, og byggðust við afsökunar á því ef það er ykkur úr þjóðmenningarhúsinu að hlusta á FM 95 blögg sem að, já, mér þykir mjög ólíklegt. Þetta sé ekki alveg stöðun sem er í botnið þar niður frá. Akkur er þetta snakk hérna? Ég veit ekki, þetta er óþolandi. Maður getur ekki, þetta er svo gott, maður getur ekki fengið sér. Hver var með þetta? Ég veit ekki, Heiðar Austmann eða eitthvað. Þetta er svona með bæði Pringles og allt svona snakk. Ef ég byrja þá get ég ekki hætt. En það er slagurðið þannig, Once your papi can't stop. Once your papi can't stop. Yeah.
Herðu, vissir þú að rauðhærðir eru með hærri sársaukaþröskuld heldur en venjulegt fólk? Nei. Þetta var ég að lesa hérna á FM preppinu. Já, veist, venjulegt, ok, þá er ég ekki að menna rauðhærðir séu ekki venjulegt fólk. Rauðhærðir eru með hærri sársaukaþröskuld heldur en annað. Já. Og það kemur Hver segir þetta? Bara hérna á FM preppinu. Já. Redheads less sensitive to pain stendur hérna. Þetta er vísindalega kannað? Já, þetta er vísindalega kannað. Og hvað, veistu hvernig menn eru að framkvæma þessa könnun? Já, þeir taka nokkra rauðhærða og berja og sjá svo, nei, ég veit það ekki. Eru kannski að stinga svona títuprjón í tálna á þeim og eitthvað? Já, ætli það ekki. Svona að prófa með þá. Mér finnst þetta samt pínu skrýta því ég þekki 2 menn sem eru rauðhærðir, Simmi Will. Já. Já, og ég var að vinna með Svepp á Simma lengi saman í 70 mínútum. Já. Sveppi var með töluvert herri sársaukaþröskuld heldur en Simmi Will. En Simmi er nú svona bóli. Já, Simmi er enda naut hraustu sko, hann er með stærstu læri sem ég sé. Já. Þannig að, þetta kannski, gefum Simmi með fínan sársaukaþröskuld. Svo þekki ég annar rauðhærðamann sem heitir Ásgeir Kolbeinsson. Hann er náttúrulega bara veimeltíta sko. Og það er enginn að fara að segja með það að The Cold Machine, The Big Cold Father, sem eitthvað tvílíkan sársaukaþröskuld. Ásgeir Kolbeinsson er ekki rauðhærður? Maður sem að klæði, er Ásgeir Kolbeins ekki rauðhærður? Nei. Hvað ert það að reykja? Ég sá hann bara á göngunum þar í síðustu viku, hann var með svart hár. Já, það er ekki, sko... Hefur ekki séð, sjáðu? Jú, það er ekki hans náttúrulegi hárleitur, Pétur. Hvaða? Nei, minna... Hvaða? Hann er rauðhærður, eðlisfæri. Ef þú sér gamla mynd af Ásgeiri Kolbeins, þá er hann eins og ónótuð eldspýta. Það er bara, það fer ekki fram hjá neinum að þessi maður er rauðhærður, sko. Í alvöru? Ertu ekki að grínast? Nei, ég held að hann væri bara... Ég held að vera fíblast til hann búið til eitthvað gott spjall. Hann var ljóist, hann er með litað hárið á sig, sko. Hvernig getur þú ekki vita þetta, Pétur? Víst veist þetta, þú ert að stríða mér. Ég held að hann væri bara svartarður maður. Nei, og herru, hann var ljósarur hérna fyrir 5 árið síðan, sko. Þá var hann með ljósasta hár bara... Þá held ég að hann væri bara nýkominn frá útlöndum. Með rosalega strípur. Nei, hvað? Þannig að hann er bara með mismandi hárlit eftir hvað er til á hárgræðslustofunni sem hann fer til. Já, eða sko... Hvað er þið með í dollunum með það maður? Já, hann fer á hárgræðslustofu sko reglulega. Ég held að hann fara á viku frestið eitthvað til þess að það er eins og skammið sín fyrir þessi náttúrulega lit sem er alveg ótrúlegt því að rauðarður litur er mjög flottur. Þannig að hann er með eitthvað svaðalans sársaukaþröskuld? Nei, ég held nefnilega að Ásgeir Kolbeinsson sé ekki með háan sársaukaþröskuld. Nei. Af því að hann er svona, hann er svona, hvað segir maður, svona metro-gaur eitthvað neginn. Já. Og ég hugsa að, til dæmis, getur ímyndaðir Ásgeir Kolbeinsson í slagsmálum? Ég held að það væri ekki falleg sjón. Nei, ég er bara svona eins og að sjá eitthvað strút að reyna að berja eitthvað, sko. Já, þú veist, En byttu, ég ætla nú bara, tökum nú bara hérna upp síman, þetta gerist nú bara hérna, ég ætla nú bara að ringja í Ásgeir og spurja hann okkur, hann er aldrei, maður sjá, 8-9 hérna. Ætlar að ringja Ásgeir Kolbeins? Já. Byttu núna? Já. En ég er ekki tilbúinn. Já, gerðu þig kláran. En veitu hvað? Ef að Cold Machine svarar, maður sjá. Spurjum hann okkur, hann er ekki rauðhærður. Hann er rauðhærður? Varstu ekki að segja það? Jú, en hann er aldrei með þann lit á sér. Já. En býtu. Og með þess að þú vissir ekki af rauðhærður, af því hann er allt annað en rauðhærður alltaf. Já. Cold Father er ekki að svara. Þetta er svo flókið. Hann er örugglega einhverju good shit date í strákun. Eða í brekkunum. Hann fyrir reglulega Já. Cold Machine. Jú. Sætlunur, auðvitað hérna. Og Pétur Jóhann líka. Já. Pétur Jóhann Fusion, þú ert í beinni útsendingu á FM95 blöð. Beinni útsendingu, gallið minn. Svona rúllu við. Herðu, við vorum að lesa það að rauðhærðir eru með hærri sársaukaþröskuld heldur en aðrir. Ok. Og mér finnst það pínu skrítið að þú ert nú ekki með háan sársaukaþröskuld eða? Nú, hvernig fær það út? Ég er bara séð þig. Það sígrenjandi þegar var ég ekki með þig. Já, en þú kýmur þú í öxla mér og ég kemur mér ekki snuppið það. Ásgeir, ég get ekki ímyndað með þig í slagsmáli til dæmis. Ásgeir, ég hef séð þið taka sopa af heitu kaffi og það er bara ég ætti þetta heima. K.O. Akkur er þú að ljúa? K.O. Akkur er þú með svona heitt kaffi hérna? Akkur er það að ljúa? Herðu, ég fekk svolítið heitt kaffi hérna. Já, get ég fengið kaldara? Herðu, sko, ef við hávetur, þá fyrir ég í sjósund. Hávetur. Hvar? Hvar? Það sem er sjós. Var ég hoppaði karinu heima þau? Hann leitaði einhverjum hvar? Eina sem bjargar skiptið minni að fara í sjósund það að þú ert svo selvspikað að það getur haldið að vera hitta. Það er alveg sílspikaðan á BJ man. Ég sé þig, sko, lenda í svona aðstæðan þar sem að þú ert eins og stungin grís. Mig? Pétur? Eitt svo harðasti hérna. Mér finnst þetta skrítið það könnur, sko, því að, ég veit ekki hvernig það ná að safna saman á mörgum með rauðhærður til það bara átt að sjá þessu, sko. Nei, það er góða punktur, en annað mál sem við vorum að ræða þetta líka, að Pétur vissi ekki eins og væri rauðhærður af því að svo langt sem hann sáði rauðhærðan. Ég held að vera með svart hár.
Einmitt þegar ég var nú bara hérna á einhverju opnun í síðustu viku og hann notaði mig sem eitthvað dæmi. Já. Hann veit þetta vel. Hvenær fáum við að sjá Cold Machine, Cold Father, Colbelicious með rauða hárið aftur? Þú hefur oft séð það, hvað er þetta? KKK, Colby Colbson. KKK. Hvenær verður hann aftur með rautt hár? Mr. Colbson. Ég veit hvernig heldur þú að sé á litin í dag? Þú átt að fara að splæsa í það, Áskir, veist það? Ég veit að ég get ekki reyfið kjaft, sköllóttur og ógeðslugur hérna. En að fara að henda í rauða hárið aftur? Það er ekki sem að hendi í rautt hárið, það er einhvern liti í rautt hárið. Nei, bara að leyfa það að vaksa út. Hvernig þá það komið út? Til að byrja með að verður með svart, ljóst og rautt, og svo verður það bara... Svo getur þú líka bara að snóða þig og lifta þessu rauða að koma út. Ég myndi bara góðan pening fyrir að sjá Ásgeir Kolbeins snóðan. Það væri æðis. Já, en ok, Cold Machine, við ætlum bara að tekka hans á þeirra því að við vorum að lesa þessa frétt. Nei, þetta Colby Hvað segir þau? Colby Colbson. Colby Colbson. Þetta er mjög gott að kalla minn. Heyrðu, Ásgeir, hvað varst að gera akkurat þegar þú hringdum? Já, hvað ert að gera akkurat núna? Hvað er Colbelicious að gera á miðvikudegi klukkan korter í 5? Upp í Síðumúla. Gera hvað? Það er vesla. Vesla í fastur. Vesla í? Fyrir svona veitingastæði. Vesla í hvað? Fyrir fastur. Þarna heilsala fyrir veitingastæði. Það kaupa dót fyrir austur fyrir helgina. Já, hvað er þetta? Þetta var góð saga þér. Við heyri þér. Rosa fín. Bye. Guð geymi þig. Herðu, þetta var Ásgeir Kolbeinsson og hann vil nú meina að hann sé með ágætis sásaukaþröskuld og... Við verðum að treysta því. Já, en hann, ég ætla að reyna að fá hann í að bæði annarkvort snóða sig eða fá rauða hárið aftur. Fáum hérna auglýsingar og svo er komið að innanlandskeppni og... Hefur þú séð hann í sturtu? Sé Ásgeir? Já. Ekkert eitthvað, það er ekki minning hjá mér allavega. Jú, ég hef nákvæmt maður verið að mannum í sundið eitthvað. Og hvernig er hann með rauta? Herðu, fáum auglýsingar og svo er það innanlandskeppni með grínröttum. Er hann með rauta neðan? Það man ég ekki. Þátturinn Magasin er að fara í gang með skemmtilegan leik. Þar sem þú getur spreytt þig á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giskað á lagið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lagið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og go! Þetta eitthvað íslenskt, sumarlag. Ég var með... Ok. 1, 2 og go! Þetta er hérna Eurovision. Hérna Gleðibókin. Ef þú þekkir lagið gætir þú grætt pening. Í morgun þættinum Magasin. Alla virka daga millir 7 og 10. Við auðveldum fyrirtækjum að skapa ný störf. Fjöldi nýrra atvinnutækifæra verður kynntur á atvinnumessu í Laugardalshöll 8. mars frá 10 til 4. Það er vinnandi vegur. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og 25% afsláttur af öllum GSM aukalutum. Skoðaðu úrvalið á simin.is eða kíkt í næstu verslun Símans og mátaðu. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Úrilla Górillan kynnir Heineken Bingo 50. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górillan og Heineken á kantinum. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kreti. Hérna á FM 95 Blö á FM 957 og Pétur Jóhann eða PJ Sig Fusion eins og hann kallar sig. Pétur Jóhann. Þú varst að stinga upp á leik sem að þið, gamla leik sem þið fóru oft í. Þú vildir eitthvað breyta reglunum, hvað varst að tala um? Þú vilt hafa flipprættir? Nei, grínrættir. Grínrættir? Þá tökum við innanlandskeppni. Já. Hún snýst það að láta leggja á sig sem fyrst. Já. Þú átt bara að hringja eitthvað. Ok. Og þú mátt segja hvað sem þú vilt. Já. En þú verður að gera það með grínrödd. Þannig ég verður að byrja eitthvað svona, já, ég þarf að tala með eitthvað svona flippi eða gríni. Já. Það er grínrödd. Hvernig áttu grínrödd? Nei, þú veist, já. Sem þú notar svona, þegar þú ert að hringja í vinniðina. Það er eitthvað, breytaðu leikinu eða eitthvað? Róla. Má að heyra þessa? Róla, það er bara því símdælilu. Það er ekki það fyndið. Jú, það er hana. Já, gott að ég byrja. Ég byrja. Þú byrjar. Þetta verður grín. Þetta verður annarkvort... Þetta þarf eiginlega, þú veist, eins og þú ert að gera. Vera rödd sem að fólk áttar sig strax á þetta er eitthvað fíblagangur. Ok. Þannig að, og kunstinn
stöðin er að halda lengi? AB varahlutin. Í augnablikinu er allir sölumenn okkur uppteknir. Halda fólki eins lengi og getur. Þetta eru AB varahlutir. Mæra. Hún er að koma hérna. AB varahlutir. Ég eftir að pæla í minni maður. AB. Já, góð daginn. Herru, ég er að leita hérna einhverju svona felgum. Leita felgum? Er það að selja svoleiðis eða hvernig virkar það sem að sjá? Ég á 1 ganga felgum hérna hjá okkur. Já, ég er einhverja svona vetrarfelgum eða hvernig virkar það? Það var einhverja að ráðleggja mér að vera ekki á sumafelgum á bílum, það eru svo dýrar. Ok. Hvernig felgur er það að sá ég hefða? Sko, þetta eru felgur sem við, hvernig bíl ertu á? Ég er að Daihatsu. Já, ég á ekkert enga felgur undir hann. Hvað er það að setja undir þetta? Hvað er það að setja undir bílinn? Þú voru bara að prófa partasölur til dæmis. Erstu við eitthvað gott númer? Erstu við eitthvað gott númer? Ég heyri bara ekki alveg hvað það segir. Erstu við eitthvað gott númer á það? Á partasölunni? Já. Það er prófa partasölur.is. Ok. Ég gerði það. Ok, bara. Líklega það versta sem ég gert í sögu útvart. Hvað er versta það? Þetta var snill. Þetta er svo mikil aularhóttur maður. En hann var ekkert að fara að skella á mig samt. Nei. Já, það var alveg. En hvað, ég held hann að ég talaði svona bara. Þetta var ömulegt. Ertu komið með grísröddina þína eða? Ég var með hana áðan einhvers staðar. Ok, allavega. Ég er að syngja þannig að undirbúða hana. Nei, ég þarf að... Mínu... Hvað ég ger? Ég ætla bara að segja hvað ég ger. Nei, já, ég reyna eitthvað. Góðan daginn. Hvað ég ger? Hvað ég ger? Halló. Hvað er það þig? Dónari. Dónari, Þetta er bú. Þetta er svo sýn. Ég vissi ekki hvert ég var að ringja. Ég var bara að skella á. Já, ég vissi ekki hvert ég var að ringja. Ég verði að vita hvað ég var að segja maður. Hvert var ég að ringja? Þú varst að ringja í N1 einhvers stóra Patreksverð eða eitthvað. Já, ég verði að vita það maður. Ói maður, þetta var ringja. Ég sagði bara hvað ég ekki. En ok, hver vann þá? Þú rústaðir þessu. Nei. Jú, hann á að vera lengt. Nei, að leggja fyrir á sig. Já, þannig að þú vannst. Já, gleði ekki. Þetta var hrikalegt. Þetta er einhver grillast að kenni, mann. Þetta var innanlandskeppnin, það er svo sinni. Til hamingju með... Til hamingju með sigurinn, Pétur. Já, sem þið. Þið eru að hlusta F9 fyrir blökk, klukkan er orðin rúmlega 5 og... Einhver sturlun í gangi eða? Það er einhver sturlun í gangi, við erum í þvílíkum fíling hérna við Pétur og já, það er alltaf gaman í okkur og vonandi er ég gaman hjá ykkur sem er að hlusta. Miðvikudagur í dag, þannig að já, vikan hálfnuð og allir í fíling eða ekki. Miðvikudagur eru svona, það er eitthvað þægilegt miðvikudag. Maður er búin að jafna sig eftir síðustu helgi og fann að hlakka til næstu. Já, Grey's Anatomy í kvöld og... Þegið farðu bænum maður. Og Gossip Girl og maður, þetta er þín uppáhaldsþættir á. Mínir uppáhaldsþættir. Já, ertu orðin það rosalega sko... Gossip Girl er bara Það er Sigrún bara komið með því í sófan og þeir eru farið að hlakka til að horfa á Grey's Anatomy og Gossip. Grey's Anatomy og Gossip, þetta er bara velskrifaðir þættir og... Já, bara uppskrift af góðu kósí kvöldi. Já, mér finnst það. Já. Og hérna... Ég er endar ef... Myndi nú ekkert skemma fyrir ef að Medium væri þarna einhvers staðar líka. Já, það er náttúrulega svaðalega spennað í þýr, maður. Já, hún sé drauga, eða ekki? Það ekki, er ég að rugla saman þáttum? Já, ég er að rugla saman. Þá Medium er... Nei, Mentalist, já. Já, Mentalist. Það er gæinn að það sem er með svona ljósa krullur og alltaf að lesa í fólkum. Já, Maja systir er voðaskotin í honum. Það er mest hann rosa myndalegur. Það er rugg. En herðu, eins og vorum að segja, þá erum við í sturlum fíling hérna við Pétur og er þá ekki bara við hæfa að fara í sturlaða staðreyndir? Diggy baby, diggy low. Akkurat, þetta er, herðu... Vanta trailer fyrir þetta. Já, herðu, það vanta trailer, en þú varst á góðri leið með hann. Nennir að syngja fyrir mig eitthvað svona góðan sturlaða staðreyndir trailer. Þú veist eitthvað, það er allt satt sem hann segir, þetta er sturlað, en þetta er satt. Eitthvað svona með röddum sem varst að leggja hérna með. Veitu hvað, er eitthvað sturlun í gangi? Ég veit það ekki. Sturlaður trailer!
Nei, það má ekki segja trailer í trailer. Nei, ekki trailer, bara sturlaðar staðreyndir. Sturlaðar staðreyndir í FM 95 blöð. Já, eins og heyrið þá röddin á Pétur Jóhann í Top Gear fyrir karaoke-keppnina sem hérna rétt handað við hotnið líka. En sturlaðar staðreyndir og ég ætla að byrja hérna á, þú ert veist það Pétur, ég held að það sé gaman að vera með þér í sturlaðar staðreyndir. Þú ert svona maður sem sýnir þessu áhuga. Menn eru mist hrifnir af þessu hérna hjá mér, sko. Það allt vittlýsingar. Ég ætla að byrja hérna á því. Flestir hamstrar blikka bara öðru augan í einu. Sturlu staðreind. Uglur líka. Ekki, þetta, ok. Nei, við hamstrar. Hamstrar. Heyrðu. Ef þú átt hamstur, þá eru mjög góð líkur að blikka bara... Já, þannig að þeir, sem sagt, í hinnu daglega lífi eru svona. Já, bara annað í einu. En þú veist, þetta er útastáttu, fólk skal nóti sér þig ekki, sko. Herru, þá er það næsta. Vá, hvað vart að segja með mikla fréttir núna? Sturlu staðreind. Svo er það næsta. Nei, þetta væri útvarp. Já. Nei, ok, Sturlur, já. Allt áfram. Já, það eru efni í bönunum sem gera þig hamingjusaman og sama efni er notað í lyfið Prozac. Spáðu það. Já, það er eitthvað efni í banana sem að gera þig hamingjusaman og þeir nota sama efni í lyfið þarna Prozac sem að gera mann líka hamingjusaman. Já, þetta er svona þunglyndislyf. Já. Flest fólk á bara 2 sanna vini yfir ævina. Sturlu staðreind. Á hvað sagðirðu? Flest fólk á bara 2 sanna vini yfir ævina. En eins og ég segi, flest fólk. Mér fannst þú segja flest fólk á að borða 2 sanna vini yfir ævina. Já, það er kannski... Það er allt annað. Ef þú heitir Hannibal Lecter kannski. Já. Eðlur greina eigendur sína á snertingu þeirra. Þeir finna ef að ókunnugir er að taka þau upp. Sturlu staðreind. Já. Flest allir í lífinu gera sömu mistökin 2 svar. Já. Sturlu staðreind. Skrif undir það hvar á hvernig sem er. Ekkert land nota meira orku á 1 ári en Japan. Sturlu staðreind. Fólk sem drekkur áfengi lifir lengur en þeir sem drekka ekki áfengi. Sturlu staðreind. Gott fyrir þið. Allt ekki átti. Það eru 3 hlutir sem að heilinn stendst aldrei að vekja athygliðin á. Mat, kynlíf og hættu. Sturlu staðreind. Hættu? Já. Hættu? Danger. Já, þannig. Samkvæmt National Geographic verða rauðhærðir útdauðir 2060. Sturlu staðreind. Hringjum með Ásgeir Kolbeins aftur. Og ertu útrýminga hættu kanni? Já. Og haldið þið bara við dökkahárið. Ef að handleggurinn á þið sofnar, þá getur þau verið vissum að... ef að handleggurinn á þið sofnar, þá getur þau vakið hann með því að hrista hausinn. Sturlu staðreind. Þá ertu komið. Spæði, og það er svona nálóta að hann sopnar, hefur ekki lent í. Handleggurinn á þið svona, finnur ekki fyrir honum. Handleggurinn á mig sopnar? Já. Hvað meinur? Hefur aldrei lent í því og finnur ekki, þú veist. Þú bara sem manneskja sopnar. Svo handleggurinn á þið sopnar ekki bara einn og sér. Hefur aldrei lent í því, Pétur, og finnur, veist, getur alltaf litla hendina því hún er svoandi. Ertu að segja með það? Nei. Jó, ertu ekki að þessu? Ég held að allir lent í því. Hvernig þá? Það sem átt að gera það. Ertu bara að horfa á sjónvarpið og bara handleggurinn er sofandi? Já, og kannski búin að liggja eitthvað vitlaust á henni, þannig að þú getur ekki hreyft hana, hún er sofandi. Ég er ekkert að tala um þessi hrjótandi og eitthvað svona, hún er bara, hún er numb, skilur þú? Ég ætla að fá mér hérna borgara. Ég er alveg saman hvað, eru hendur bara... Nei, Pétur, hættu þessu, þú ert ekki svona vitlaus, hefur aldrei lent í þessu. Að vera sofandi, meinaru? Nei, bara handleggurinn að þið sopni. Ég get lofað þér að flestir að núti vita hvað er að tala um, sko. Nei, ég þarf að veðja við á móti. Bara fólk veit ekkert. Nei, er það ekki, þá þurfum 511-0957 ef þið eru á ferðinni. Hvað ætlum við að veðja upp á? Bara hvað viltu veðja upp á? Endilega hringið 511-0957 núna, kæru hlustendur, við erum aðtuga hvort þið kannist ekki það að handleggurinn á okkur sopnar. Við tökum 2 hlustendur. Já, ok. Það er bara fyrstur... Kemur fyrstur fær. Já, en... Tökum 1 hlustanda. Ef hann hefur lent í þessu, þá skal ég samþykja þetta. FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hefur þú lent í því að handleggurinn á þið sopnar? Hef ég lent í því svo sannarlega? Já, takk. Ég veit ekki alveg hvað hann er að hugsa. Nei, það ég held að kannist allir við þetta. En þá veistu núna eftir sturlaða staðreind að þú ætti að hrista hausinn til að vekja hann. Já, takk fyrir það. Takk aðeinslega, maður sjá, ég skal prófa þetta einn. FN95 blöð, hefur þú lent í að handleggurinn á þið sopnar? Halló? Halló? Hefur þú lent í því að handleggurinn á þið sopnar? Við vinkonundir erum hérna og við höfum aldrei lent í því, við fórum bara í hláturskastur við erum þetta. Herru, ok, Pétur, þá er það fæll hlustundi viðbót hérna, það er úrslita atkvæði. FN95 blöð, hefur þú lent í því að handleggurinn á þið sopnar? Já, steinsofið það. Það hafa allir lent í þessu. En þú hefur gerst nokkru sinnum. Og þú sjálfur vakandi á meðan? Ég sprell vakandi. Það finnst ég bara að nota handlegginn eitthvað, þá fer hann bara eitthvað út í lofti. Já, ég veit alveg hvað það tala um. Ég held fyrst að Pétur var að grínast, þannig hann er að meina þetta. Hann veit ekki hvað er að tala um.
Er það ekki virkilega? Og stór hópur af vinkonum líka sem hringdu þarna á hann. En myndu það næst, þú ert að hrista bræður hausinn? Það er auðvitað frængur hans. Það eru frængu þínar, Pétur, eða dætu þínar. Já, ég sendi þeim SMS. Herru, takk aðeins fyrir þetta. Takk fyrir þetta, mér. Ok, herru, þá erum við búin að fá það reynda. En þetta er reyndar afinu góð, það er mjög gott ef þetta er sko þess að nú ósjaldan sem eitthvað fólk er að biðja með. En er að rétta mér þetta hann. Getur maður alltaf sagt þetta bara í framtíðin? Já, bara nei, ég get það ekki, handlegguna mér er sofandi. Ég get það ekki. Ok, en svo ef við förum yfir þetta, eðlunar, það var ekkert svo, já, flesti gera mistöðarna sömu mistökinn tvisar, mér finnst það, ég held að það sé mikið til í því. Já. Maður þarf eiginlega að vera búinn að gera það allavega tvisar áður maður byrja að læra þeim. Já, og það er einu sinni þannig Auðun Blöndal, að maður sem gerir ekki mistök er einfallega maður sem gerir ekki neitt. Maður sem gerir ekki mistök er maður sem lærir aldrei. Já. Og gerir ekki neitt. Já, við getum, já. Og rauðhærðir eru í útrýmingar. Finnst mér stóri punkturinn í þessu öllu saman. 2060 verða sannlega ekki til rauðhærðir hérna lengur. Nei, jú, þeir verða til en þeir eru hættir að fæðast. Björgum þeim. Setjum að staða söfnun, við ætlum að fá auglýsingar og svo er það karaoke-keppni FM 95 Blöð. Við erum með nýja reglur líka, Pétur, var það ekki? Já. Segjum hlustandi Það er allt nýtt. Það er allt nýtt og fest hérna. Magasín, virkamótna klukkan 7. Finnst það Helgi Björns þetta var brú? Helgi Björns Hann er legend. Hann er fiskar og... Bara namn. Já, hann er með svona swag. Hann er það þetta. Þú myndi vilja keyra yfir Helga Björns? Ég myndi keyra yfir Helga Björns og Bubba og hérna... Bubba er líka skemmtileg pæling. Alla virkamótna á FM 957. Við erum á hrauninu, þó ekki glæpsamlegir. Sparaðu. Pústþjónusta BJB Flatarhrauni 7. bjb.is. Býtu, ég skil þig ekki. Hægðu aðeins á þér. Heyrðu, stíðu nú á bremsuna. Já, ég skil, þú bara getur ekki stoppað. Þú ættir þá að notfæra þér fría ástandsskoðun á bremsum í mars hjá öllum viðurkenndum þjónustuaðilum Toyota og 20% afslátt af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum. Já, ekkert að þakka. Hafðu nú hemil á þér. Toyota. Engin vandamál, bara lausnir. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánægðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Nú getur þú fengið sannkallaða léttbökur hjá Dominos. 8 tommur af stökkum botni með spelti fullt af gyrnilegu áleggi og innan við 390 kalórir í hverri böku. Já, Dominos 58 12345. Sky Agency kynnir ásamt Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone-höllinni á laugardaginn. Ekki missa vinum besta plötusnúð allra tíma. Tiesto. Uppsett í VIP. Miðasal á miði.is og Brimkringlunni. Vegna fjölda áskorana hefur skilafrestur í hæfileikakeppni Íslands verið framlengdur til 14. mars. Taktu þátt og þú gætir unnið 1 milljón króna. Farðin á nbl.is og skráðu þig til leiks. Nú eru hlöllabótastaðirnir orðnir 10. Ávallt ferskir. Óttar Bender hér. Óbi. Eru þið ekki öruglega búin að ná þessu með 15 krónar? Það er sko 15 krónar afsláttur í 10. hvers skipti sem greitt er með OB-lyklinum. Kynntu þið málið inn á ob.is og sæktu lykil. Afsláttur allan hringinn. Með OB-lyklinum. Herrakvöld Jack & Jones verður haldið 5. næstkomandi frá 18 til 22 í verslun Jack & Jones Smáralind. Á dagskrá er FIFA-mót í boði geðstöðarinnar, arbeiðukeppni, DJ og fleira. Fullt af frábæra vinningum í boði, kaldur á kantinum og Finnlandíastelpunar á svæðinu. Jónsson með Always Gonna Be There. Þið eru að hlusta hérna FM 95 Blöð og það er komið að dagskrálið hjá okkur Pétri sem er alla miðvikudag og kallast karaoke-keppni FM 95 Blöð. Já. Og það virkar þannig að við syngjum báðir í 2 mínútur og svo er það í ykkar höndum, kæru hlustendur, að velja hvor söng betur eða hvor átt var með flottara lag og hann feistur upp í 5 stig, vinnur keppnina. Já, það er smá snúningur á þessu í dag. Já, því að, annar okkar var búinn að semja reglunar er oftast þannig að við semjum íslenska texta, svona okkar eigin texta við lögin. Það var búið að semja texta og svo komust menn að því að þetta lag er ekki til í karaoke-útgáfu
inn á kerfinu, þannig að við ákveðum að breyta bara til núna þessa einu viku og hafa þannig að þú velur bara lag fyrir mig núna sem ég hef ekkert fengið að æfa eða sjá og setu það bara í gang og ég gerir slíkt í saman fyrir þig. Syngjum bara, skilur við, enska texta og vitum ekkert hvað erum að fara að syngja. Þeir eru inn í karaoke, bara eins og það kemur af beljunni. Nákvæmlega. Bara svona er karaoke gert í útlöndum. Hárrétt, það reynda þegar þú fer í karaoke í útlöndum og veistu hvað lag þetta að vera að syngja, sko? Já, þú veist það núna, þegar að ég segi þér það. Já, ég er að segja það, en þú veist, ég hef ekkert náð að æfa það eða neitt þannig, skilurðu. Þannig að nú er ég bara forvitin að vita hvaða lag þú ætlar að velja. Ég ætla nú ekkert að vera með eitthvað svakalagan kvikmyndaskap, sko. Nei, ekki heldur, ég valdi lag sem að, já, sko, þú sagði við mig fyrir í dag að þú kynnir eiginlega engin lög. En ég er góður við þig, sko. Ég valdi lag handa þér sem að þú hlýtur held ég að kunna. Já. Hvað er innilega fyrir það, vinnu minn? Hver ætlar að byrja? Ég veit ekki, ég byrja bara. Ég skal starta þessu, sko. Já, ég ætla að byrja á því að... Nei, ég ætla að láta þið syngja hérna lag sem að þú samdir íslenskan texta við hér á sín tíma. Always? Já. Ok, með Bon Jovi? En nema hvað, þú færði ekkert að syngja textan sem að þú samdir. Íslensku? Nei. Þetta er beint af beljunni, ekki? Beint af beljunni, kallið minn. Ok, þannig ég á að syngja Always með Bon Jovi. Það er þetta viðbjóslega erfitt lag að syngja, þannig að þakka þið fyrir þann litla kvikmyndaskap. Það bara... En við náttúrulega syngjum svo illa að skiptir einhver máli. Mál, sko. Herðu. En ég menna við þurfum ekkert að syngja all lagið. Nei, þetta eru bara 2 mínútur eins og í hinnu. Já. Við fyrir nú ekki að drepa hlustendur. Herru, kæru hlustendur, þetta valdi Pétur Jóhann fyrir mig og... Já, það byrja. Það er Always. Varst ekki tilbúin? Jú, ég er ready, sorry. Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings this whole dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning. Now your pictures that you left behind are just memories of a different life. Some that made us crash, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. When I give to all my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand I made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been meaning to hear. I wish I was him, but these words are mine to say till the end of time. And I will love you. Herðu, ég komin í 2 mínútur. Þakka Guði fyrir það. Guð minn almáttur, ég held að sé rottur að hengja sig inn í kjallarann, sko. Herðu, þetta er samt, sko... Ef þú hugsaður út af Pétur, þá er þetta samt kveikmyndaskapur. Þetta er erfitt lag, sko. Sverrir Bergman getur sungið þetta, en ekki séns, sko. Það var samt ógeðslega vel gert hjá þetta. Æ, þegið maður. Hvað meinar? Við erum að gæða, þú varst að koma að læginu bara núna. Já. Svona er þetta, maður. Ok, gott hérna er... Hvernig heldur að krökkunum í Idolinu líði? Þau eru bara að syngja þig karaoke allan daginn, maður. Já, maður er rétt hér. En, já, þetta tók mín á rættina mína með þessa. Ertu klárið þitt? Ég er búinn að velja fyrir þig lag sem að, sko, þú átt að kannast við. Það eiga allir að þekkja þetta lag og ég ákvað að vera ekki með neitt kveikmyndaskap og þetta er Robbie Williams með lagið Angels. Og ég held að þú getur gert það fallegt. Nei, bara illa gert, maður. Nú? Ég hef ekki heyrt þetta lag. Víst, er þetta til? Já. Ég kann þetta. Nei! Það er byrjað. Þú er að byrja aftur. Ég vissi ekki, maður. Sorry. Ok. Sit and wait. Does an angel to my fate? And do they know where the places where we go? No, been told that salvation lets their wings unfold. So when I lie in bed, thoughts are running through my head. Been feeling so dead. I'm loving angels instead. And oh, I'd feel
She offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. Yeah. I'm loving angels instead. When wake and my pen walked down a one-way street. The look above. Þetta komið? Já, þetta komið, Slúður! Herðu, veistu hvað Sveppi sendi? Veistu hvað Sveppi sendi þegar þú varst að syngja? Hann jafn lélegur að syngja, hann í karaoke. Nei, hérna hann í hástöki. Í hvað þetta hríkalegt. Ég þól ekki svona rugg. Herðu, ég var sjálfur viðbjóðslur, en... Já, ég setti þessar reglur. Já, þetta var... Ég sjálfur mér að kenda. Já, þetta var þitt klúðurpínu. 11 way. Ég get ekki, ég kann aldrei, þó að komi litir á stafina. Já. Það fríka mig út. Já, þú nærði ekki að fylgja... Ég bara veit ekki, þó að komi bleikt inn í hvítu stafina, ég þúli það ekki. Nei, ég veit að það er sko, það sem var að há okkur svolítið í dag, að þegar núna höfum við alltaf verið að semja íslenska textaðu lögin. Já, við ætlum að gera þetta oftar. Já, þá nær maður að æfa lagið, sko. Þess vegna var þetta algjör marturinn núna. En herðu, þetta í höndum hlustanda að ringja og velja sinn sigurvegara og það fyrstur upp í 5 og við byrjum hérna FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, sælir strókar. Sælir. Hvað séð þið gott? Bara fínt en þú. Svona fyllandi frískimar. Ekki, hvað er verið að sýsla? Já, bara horfa á sólina. Það er sól núna úti, strókar. Já, ok. Hvað er þetta? Já. Það voru gaman þegar við förum við viðurfréttirnar og eftir að segja frá því. Já, ég skora á ykkur að gera það. Já, við gerum það. Bara fyrir mig og engan annan. Hvað heitir þú? Einmitt að fyrir viður og eftir. Ólafur Jónas heiti ég. Ólafur Jónas, gaman að heyra þér, Ólafur minn. Hvernig, hvor fannst þið standaði betur í hérna? Ég verði að segja þú, pjessi minn. Nú, hvað er þetta? Já, ok. Fyrsta stíja á kallinn. Allt gert fyrir þig, elsku kallinn minn. Þið fannst að syngja betur? Já. Já, það segir ýmislegt mína söngahæfileika. Það er einhver fjölskyldutengslur. Já, þokkarlega, sko. Þú gerir þig grein fyrir því að ég bara kunni ekki fyrstu 10-15 línurnar í laginu. Elsku kallinn. Það verðist ekki háðir þegar kemur að Óla. Óli, takk hjálpa fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, unnur. Takk sem þetta. Það er staðan 1-0 fyrir Pétri, hérna í karaoke-keppnin FM 95 Blöð. Hvor fannst þér syngja betur? Þetta var ljónast hjá þér, þú ert með þetta, sko. Akkaði fyrir það, herðu, ég jafnaði hérna, maður. Já, þetta er strax orðið þrælspennandi. Já, þetta er svona... Hvað heitir þú með leyfi? Slæmu. Aron Björnsson. Aron Pálmarsson? Nei, Rólegu Tjókó. Rólegu Tjókó! Rólegu Tjókó. Rólegu Tjókó. Ég veit þér ánægða með það. Ég er Tjókó. Já, þú ert með þetta. Þú ert Tjókó. Takk innilega. Takk fyrir hakkaði. Já, minnstu valið. Ok, það er staðan 1-1, við erum hérna í karaoke-keppni FM 95 Blöð og hvor fannst þér syngja betur? Mér fannst Pétur betri. Þið fannst Pétur syngja betur í vetur? Já, mér fannst það. Hvernig reiknaður það út? Mjög vel, veitir. Já, takk aðeinslega fyrir það. Hvað afferju? Ég kunni ekki neitt. Nei, þú bara tókst þetta svo vel, sko. Já, það sem þú kunni söngstu greina svona vel. Hvað ert að reyna að fá hana til þess að snúa atkvæðinu? Nei, ég er Tjókó. Gæjan og undan sagði það. Hvað heitir þú? Linda Margrét. Linda, hakka þér innilega fyrir atkvæðið. Og takk fyrir að hringja. Og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir að hlusta á. Og takk fyrir að vera til. Já. Og dæði, Linda. Ok. Takkaði fyrir. Bye. Bye. Herðu, staðan 2-1 fyrir Peter the Beep Eater. Herðu, FM 95 Blöð. Hver fær þitt atkvæðin? Ég held að það sé Pétur. Pétur, Býtu hvað? Býtu hvernig? What? Pétur, andaði með nefinu. Þetta var einn sinnast og skemmtilegasta remix-útgáfa Angel sem ég hef heilt. Það var remix! Það er hægara þannig gert að ætla að syngja þetta lag þegar þú veist að besti vinniðin er búinn að gera ódöðlegt. Já, þetta tala um Always. Já. Ég kom aftan á hann um þetta. Já, ég hefði kannski hægt að syngja bara íslensk útgáfani. Ég átt að byrja Ástin er með lífið. Það geti hjálpað. Herðu, 3-1 í Pétri. Hér á næsta miðvikudag, já. Takk hjálpa fyrir þetta. Takk fyrir. Herru, ég verð að fá atkvæði og það fljótt staðan 3-1 og sko það segir meir um mig ef ég tapa fyrir þér eftir enn að söngarna. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Þannig er einn hress á kantinum, maður. Hvað segir kallinn? Herru, ég er bara góður. Hvað er búið að rífa flippana einu köldum og allir feskir? Já. Líst mig vel að það er miðvikudagur, það er ekkert setna að vætna að fara að rífa flippa.
Samanlega. Herru, mér fannst til að Pétur betri, sko. Æi, 4-1 maður. Þetta var remix. Og konum myndi sittur hliðina með henni fannst það líka. Já, það er enginn að hlusta hana núna. Hún er að fíla þetta, sorry. Ok. En færð þú það er atkvæði? Já, alveg svo ég sagði, það gildir atkvæði hjá konum. Ég var bara að segja það gildir ekki. Þú varstu búinn að segja það gildir ekki? Já. Herru, viðstu að ég kom inn, viðstu að, ég ætla að fá að tala um þetta, viðstu að þú ert svona pínu rappar í þér. Já, ok, þakka fyrir það. Það mátti endilega taka upp penna og blýant, penna og blað. Já. Þetta komið með það? Já, allt tilbúið. Ok, skrifa vaff. Já. S-O-U. Já, ok, segðu mig bara hvað þetta er. Já, SoundCloud, við tekum á því. S-O-U. Já. Skástrygg. Herru, já, ég heyri þig, Galli. Nei. Skrifa þetta niður. Skástrygg, já, SoundCloud, já. Já, Skástrygg, L-E-E-N. Já. E-A-Z-U-S-L-A-N. Ok. Og tjekka á þessu lögum. Glæsilegt, takk fyrir þetta, Önur. Ok, bye. Takk. Herru, já, það er búin að stafa hún í okkur andan síðan. Bara því að hann lét mig fá stigið sitt, þá vildur ekki heyra. Ég vildi bara heyra í konunars. FN9 fyrir blökk, góðan daginn, hver fannst þitt atkvæði? Ég verð að segja P-vélinn. P-vélinn, það er enda rándýrt. Nei, B-vélinn. P-vélinn. P-vélinn, ég er ekkert B-vélinn. Er það ég? Það er fyrir mjú. Ég skil þetta samt ekki. Sko, málið er, þú vannst mér núna 5-1, þetta er að walkover. Nei, en ég skil, af hverju? Má ég spyrja þig, kæri hlustandi, hvað heitir þú? Þú er bara svo ljúfur, maður. Já, en fyrir utan það, skilu. Það var ekki sem ég hefði sungið vel, Pétur, ég var ógeðslegur sjálfur. Nei. Jú. En bara söngurinn, þú veist, ég byrjaði ekki að syngja fyrir en það voru margar línur búnar á laginu. Já, það kannski hjálpaði þér að því að við sungum svo illa. Það er hugurinn á bakvið þetta, sko, Blöndalinn er alltaf að skýta á því. Blöndalinn er alltaf að skýta á sig. Hugurinn hjá Pétri en Blöndalinn er alltaf að skýta á sig. Hugurinn hjá Pétri. Hugurinn hjá Pétri, hann er voðalega einfaldur, þú veist, það er ekkert í gangi þér. Nei, það er ekkert í gangi. Hann gerir hlutina og er ekkert að spá. Hann er svona tær og fallegur strákur. Það reyna að vera eitthvað dúll. Já, Björn. P-vélinn er alveg með þetta. Er ég reyna að vera dúlla? Þú reyna að vera eitthvað svona að hita í mark, en Pétur er bara, hann er bara P-vélinn. Það er eins og Björn Jörundur orðaði þetta svona nákvæmlega svona. Hann sagði bara fyrir, horfi á Pétur Jóhann Sigfússon, Svo vill ég að þetta veri tekið upp með P-vélinn. Með P-vélinn? P-vélinn, rándýr þetta kandur. Herru, takk fyrir að ríkja. Takk fyrir sömulegis, takk. Herru, þú rúllaði þessu 5-1 og það þýðir, mannstu, ég var búinn að jafna þig 4-4, nú er staðan 5-4 fyrir þér í hendina. Varst ekki búinn að jafna mig, það var 4-3 síðast. Já, ok, 5-3. Já, það er 5-3 núna með. Ég er enda fíla á að fylgjast með þessu. Herru, þú rúllaði þessu upp, ég á að taka þarna gömlu góðu 2, snögg. Hver er það fengið þitt atkvæði? FM, á daginn. Hver er það fengið þitt atkvæði? Þú. Takk, æðislega. Ötti blöð. Ó, það fæði alltaf seint, maður. Byrju, halló, ekki fara. Hver er þetta? Nei, ég er ekki farin. Hver er þetta? Hvernig má ég vita það? Nei, byrju, hvað heitir þú? Ég heiti Ásmunda. Ásmunda, já. Heyrðu, hann ert á lausu? Já. Hann nautir á lausu líka. Það? Já. Það er nú gott. Ertu eitthvað að tjekka, hvað ertu gömul? Ég er eldri en hann. Já, en ég meina, hann er góður drengur. Já, hann er góður drengur, ég er saman því. Já, hann er örugglega tilbúinn að hitta þig. Ertu það? Já, ertu ekki til í það? Takk fyrir þetta, Björn. Já, ég sömulegis. Ég þakka fyrir atkvæði. Já. Sömulegis. Hvað, ertu komin í einhverja dating service þetta? Herðu, akkur ekki að nýta tækifæri, slá margar flugur inn. Hver er það fengið þitt atkvæði? Síðasti? Aðranutti. Aðranutti, já, ég var aðeins að koma þetta inn í lokin. Varst aðeins að detta inn í lokin, já. Já, hann var með það frá daginn. Herðu, takk aðeins fyrir það. Takk fyrir. Ok, bæ. Herðu, 5-1 í Pétri en ég fekk 2 Pétri fótsatt í lokin, ég fíla. 5-3. 5, já, ok, það er að gefa mér sér 2. Já, ég er til í það. Til að nóa stigum í þann dag. Jón Sigfússon er ennþá skálandi í kampæn eftir að vunnið karaoke-keppnina samfærandi hérna áðan. Og ég svona er að jafna mig og ég veit alveg hvaða dagskrárliður færi mig til að jafna mig fyrr. Það er liður sem hefur gert allt vittlust hérna í þessu þættu og heitir Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Veitu, hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veitu hvað klukkan er? Hvað er klukkan? Ég veit ekki, við verðum að vita hvað tímanum líður. Hvað er klukkan? Það er Philadelphia söfnuðurinn í Reykjavík sem býður þér upp á Hvað er klukkan? Í FM 95 Blöð. Yfir til þín Pétur. Já, komið þið sæl og velkomin í Hvað er klukkan hér í FM 95 Blöð. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og er umsjónamaður þessa hots. Auðun Blöndal sittur bent á móti mér í bíðum. Velkomin Auðun Blöndal í hotnið. Í Hvað er klukkan? Já. Já, takk fyrir það, gaman að fá að vera þetta með þér. Og alla hlustendur líka, samanskapi klukkan akkurat að staðatíma hér á Íslandi er 17:37:08. 9, 10.
Já, sekundunir hana. Þetta eru sekundunir, já, og klukka þessi er, stilt eftir 5 tíma þjónum í heiminum, víðsvegarum heimin. 1 á Íslandi, 1 í Kanada, Fraklandi og 2 í Bandaríkjunum. Glæsislegt. Það er engin ábyrgð tekin og engin ábyrgð heldur borin á uppgefnum tíma í þessu dagskrárlið. Þetta er samt rétt klukka. Hvað er klukkan í FM 95 blöð? Þetta var klukkan, fáum auglýsingar og svo komum við grjótarið náttúr. Bókamarkaður Perlunnar er nú hafinn í Perlunni með frábærum tilboðum. Aldrei hefur jafn mikið úrval verið að bókum og í ár. Í tilefni þess ætlar FM 957 og Bókamarkaður Perlunnar að fara með þér í smá leik. Fyndu Facebook-síðu Bókamarkaðs Perlunnar, líkaðu við síðuna og þú getur unnið gjafabréf á fullt af bókum á bókamarkaðum. Einnig munu nokkrir hlustendur næla sér í gjafabréf í beinni útsendingu. Fylgstu vel með á FM 957. Pétur á FM 957. Rétt spjall, eðlilegar og furðulegar fréttir, 10 mínúta yfirtakan og að sjálfsögðu topp tónlist. Pétur, alla virka daga milli 10 og 1 í boði Taco Bell. Verðhrun í Outlet 10. Fyrstur kemur, fyrstur fær. Outlet 10. Faxafinni. Arion banki kynir fyrstu stórmynd ársins, John Carter. Handan veröld hans geisar bardagi. You are John Carter of Earth? Yes, ma'am. Sem aðeins hann getur unnið. John Carter, heimsfrumsýnd 9. mars í þrívít. Við auðveldum fyrirtækjum að ráða nýtt fólk í vinnu. Fjöldi tækifæra fyrir atvinnuleitendur verður kynntur á atvinnumessu í Laugardalshöll 8. mars frá 10 til 4. Það er vinnandi vegur. Hvernig hljómar indverskur kvöldmatur? Á Tandoori færðu heimsþekkta indverska rétti, meðal annars tandoori, korma chili, tikka masala og mango. Réttir sem fara með í indverska ævintýraferð. Tandoori, Skeifunni 11. Hörkuleikur í Evrópudeildinni á morgun. Manchester United Athletic Bilbao í beinni á Stöð 2 Sport. Smeltu þér á áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Herrakvöld Jack & Jones verður haldið 5. daginn næstkomandi frá klukkan 18 til 22 í verslun Jack & Jones Smáralind. Á dagskrá er FIFA-mót í boði geinstöðarinnar, arbeigjukeppni, DJ og fleira. Fullt af frábæra minningum í boði frá Durex, Ölgerðinni, Medico Smart Shake og Jack & Jones. Kaldur á kantinum og Finnlandiarstelpunar á svæðinu. 10% afsláttur af vörum allt kvöldið. Ekki láta þig vanta. Jack & Jones Smáralind. Úrilla Górilan kynir Heineken Bingo 50. kvöld. Glæsilegir vinningar í boði. Úrilla Górilan og Heineken á kartinum. FM 95 blöð er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 blöð á FM 95. Sólin í augunum og ég sé ekki neitt, við erum bæði svo þreytt og dagarnir líða hjá. Svo bjart er það sást og ég missa allan á. Úlfur með Ég er farinn, þessi snilling að koma frá Sauðárkróki og já, það er nú ekki oft sem að kemur góð tónlist þaðan. Jú, reyndar Geirmundur Valtýsson og fleiri snillingar þarna fyrir norðan, hvernig læt ég og mikill söngvabær. Þannig ég tek þetta tilbaka, en fáir að gera jafn gott og þessi hljómsveit allan fyrir norðan eins og er. En það er hins vegar núna komið að dagskrárlið sem er gríðarlega vinsæll hérna í FM 95 blöð og ég veit að það eru margir að núti sem að hlusta bara til að fá að heyra þennan lið og það er... Kíkjum
Kíkjum til veðurs í FM 95 Blö. Hvernig er veðrið úti? Hvernig er veðrið úti? Ég veit það ekki. Spáðir þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljóst. Það er félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blö. Það er rétt, það er dagskalaunin hvernig er veðrið og maður sem stjórnar þeim lið er vonandi komin út. Hann var á klóstunni síðastir í talaði við hann. Pétur Jón Sigfússon, ertu þarna? Pétur? Hvernig gæti þetta klúrast? Reynum að ringi þetta áttur í hann. Hvernig getur hann ekki verið með opið fyrir síman? Hann veit að hann var liðin. Hann fór út sérstaklega til þess að... Er hann með á silent? Æ, please, svaraði. Þetta er svo mikill lúði maður. Þú er komin í samband við tal. Eigandi þessi 8, 6. Hvernig er hægt að klúra þessu? Hann fór út, Pétur Jón Sigfússon sem er umbóðsmaður sem er umsjónarmaður þessa dagskráraliðs, en með síma sinn úti að bíða eftir í syngi sig, en ég held að sem er síma sinn á silent og þess vegna svarar hann ekki. Og ég held ekki að hann veit sér senn. Þetta er ótrúlegt. Ég trúi þessu ekki bara. Við verðum bara að sleppa þessum stórkostlega dagskrárlið í bili og hendunum byrnarna. Þú er komin í samband við tal. Nei, hann er gjörsamlega með allt niður sig. Við ætlum að fara í veðrið og Pétur Jón Sigfússon er umsjónarmaður þeirra dagskrárliðs, en hann svarar ekki, þannig að ég er að spája að setja bara á fóninina fyrir ykkur vinsælt lag þessa stundina. Þetta er lag sem Sverrir Bergmann tók hérna á föstudaginn og mikið beðið um þetta, það heitir Titanium. Hvernig er hægt að klúra þessu? Þú ferð út til þess að fara í þennan dagskrárlið. Ég var á síminn var á silent, maður. Já, síminn og helst þið var ekkert búin að ringi í þig. Jú, svo kíkti ég á síma. Missed call. Hvað varst að gera meðan þú varst úti? Ég stóði úti með kaffi. Með kaffi bara af hann nætt. Svo fattu allt innu ansans við þessum síminu og silent, maður. Já, það var samið sagði við hlustendur. Ég væri með mesta lúði sem ég þekki þarna úti og hann myndi ekki verið að fatta að síminn hans er á silent. Ég var búin að setja bettan í gang og allt. Gerðu aftur, maður. Setja bettan aftur í gang. Please, gerðu aftur. Ok, herðu, afsakið þetta hlustendur, en Pétur Jón Sigfússon svaraði loksins og við ætlum að gefa þessu annars séns. Kíkjum til veðurs í FM 95 Blö. Hvernig er veðrið úti? Hvernig er veðrið úti? Ég veit það ekki. Spáðir þessu? Ég veit það ekki heldur. Þeir fara ekki með mjólkina norður og þessu? Já, nokkuð ljóst. Það er félag húsasmíðamestara sem býður þér upp á veðri í FM 95 Blö. Það er rétt að koma með þessum stórkostlega lið veðrið í FM 95 Blö og Pétur Jón Sigfússon er búinn að svara símanum og hann er, síðast fast inn á klósetti og núna svaraði ekki. Við getum eftir að hætta með hennar lið. En Pétur, hvernig er veðrið? Heyrðu, komið sæl og velkomin í veðurfréttir hér í FM 95 Blö. Ég heiti Pétur Jón Sigfússon og er stattur þessu töluðu orðum úti. Það er skemmst að segja að hér á Reykjavík-svæðinu er ekki nógu gott veður. Ok. Ég myndi skjóta á svona 10-11 metrar á sekundu. Ok. Ég myndi skjóta á svona 2 stiga frost. Já, það er frost úti heldurðu? Já, ég meina það snjóar eða svona, það er svona éljagangur hér. Já, ok. Nú, og skúrir eða él verða landið vestanvert í dag. Já. Nokkuð bjart austan til, á morgun má búast við éljagangi vestanlands, enda kólnar heldur í veðri. En áfram nokkuð björtu austan til. Á föstudag hlýnar á ný, með hvassri sunnanátt og rigningu síðdegis. Hitastig í Alicante, 18 gráður. Basel, 17 gráður. Berlín, 13 gráður. Billund, 12 gráður. Frankfurt, Já. Glæsilegt, Pétur. 13. Stórkostlegt, þá vitum við það. Las Palmas, 19. London, 15. Veðrið í FM 95 Blö. Þetta hafðist fyrir rest, þetta var veðrið í FM 95 Blö, en ég er að spáða að setja aftur á lagið sem var komið hérna í spilunaðan. Þetta er Sverrir Bergmann með förstudagsslagið Titanium og afsakið þessa truflun, en við verðum að nýta okkur það að Pétur Jóhann skildi fatta það á svari síman. Ég veit það ekki, við erum með það að hlæja hérna hvernig er hægt að klúðra dagskrárliðinum.
Veðrið. Já, mér tókst það. Já, og sko, svo sagður að vera ágættis veður. Það er skítið, það er hríð úti. Já, maður vill ekkert vera að draga fólk niður einhvern veginn. Nei, það er þetta vel gert hjá þér, en þú stóðst út í hríðinni, bara í 5 mínútur og hélst að ég væri bara ekkert byrjað að syngja. Já, svo fannst mér það skrítið, þá leiti ég á símann, það voru 5 ósvöruð símtöl og ég dó úr hlátri, sko. Já. Ég sagði líka, svo þurfti ég að koma að opna fyrir og þá stóðst það út í kuldanum bara. Skítkalt. Já. Herðu, þetta er þátturinn FM 95 Blöð. Við Pétur Jón erum búin að vera hérna með ykkur síðan, 4 í dag. Það er ekki alltaf jólinn, sko. Nei, það er ekki alltaf jólinn í þessu. Við erum mannlegir strákarnir og það verða mistök. Hann að gera Pétur smá mistök, hann með síman og Silent, en allir hinir liðinni gengu eins og í sögu. Já. Við heyrðum í Gunnþóri, það var innanlandskeppnin með grínröddum, karaoke-keppni og fleira. Vonandi höfðu þið gaman að. Hann er mættur hérna Rikki G og ætlar að taka við á okkur strákunum og svo verðum við Hjöbbi K með ykkur á morgun frá 4 til 6 og þá er það Brjátbreki, Tuðhóttnið og fleira. Þannig endilega að stillið eftir inn klukkan 4 á morgun. Pétur, alltaf gaman að segja þig. Sömuleiðis. Það er stundum eins og maður sé að vinna með My Special Friend. Já, það er svolítið þannig. Þegar svona liðið dett inn. Eitthvað sérstækur. Sér nú ert reyndar. Það er sérstækur dagur í dag. Þú mátt eiga það, þú ert sérstækur. Takk æðislega fyrir hlustuna, kæru hlustendur og takk fyrir mig, Pétur. Black Eyed Peas, Just Can't Get Enough. Takk. Þekkir þú lagið? Morgun þátturinn Magazín er að fara í gang með skemmtilegan leik. Það sem þú getur spreytið á hinum og þessum lögum og grætt á því pening. Fylgstu með alla virka mótna og giskaðu á lagið áður en söngurinn byrjar. Ok, tilbúin? Ok, já. Ok, ég þarf bara að vita lagið, hvað það heitir, ekki flytjandan. Ok. 1, 2 og... Endurgreiðsluleikur Orkunnar er í fullum gangi í þessu mánuði með glæsilegum vinningum. May the force be with you. Eða, may Orkan vera með þér. Orkan. 1909.is Vegna fjölda áskorana hefur skilafrestur í hæfileikakeppni Íslands verið framlengdur til 14. mars. Taktu þátt og þú gætir unnið 1 milljón króna. Farðu inn á nbl.is og skráðu þig til leiks. Í dag er magnaður miðvikudagur hjá Símanum og þá breytast aukaatriðin í aðalatriði. 25% afsláttur af öllum aukahlutum fyrir farsíma. Magnaðir miðvikudagar með Símanum. Er ekki komin tíma á eitt ferskan og góðan línubát?